Komiði sæl. Ef allir eru búin að koma sér vel fyrir, þá ætla ég að segja ykkur söguna af því þegar Babin var yfirheyrður. Stærri og stærri hópar fólks komu til að heyra boðskap Babsins, en leiðtogar borganna og samherjar þeirra voru næstum allir óvinir hans. Þeir vildu drepa hann. Vitið þið hvers vegna? Sumir þeirra voru svo montnir af því að þeir voru búnir að lesa fleiri bækur en annað fólk og gátu útskýrt Kóraninn. Aðrir voru hrokafullir af því að þeir áttu mikla peninga og voru í hárri stöðu í stjórninni. Þeir voru allir hræddir að ef meiri hluti fólksins yrði fylgjendur Babsins, þeir sjálfir ekki lengur jafn mikilvægir í augum þess. Þeir gætu tapað peningunum og fínu embættunum sínum. En þeir sem umgengust Babin urðu vinir hans. Jafnvel dýrin virtust elskan. Ef þau voru grimm, urðu þau blíð þegar hann kom nálægt þeim. Hér kemur saga eitt slíkt atvik. Hlustið nú vel. Prinsinn sem Babin dvaldi hjá langaði að vita hvort hann væri hugrakkur. Hann fékk þá hugmynd að láta Babin á bak ótömdum hesti. Hestasveinninn sem hafði umsjón með hestunum fór án þess að láta nokkurn vita af því til Babsins og bað hann að fara ekki á bak þessum hesti. Hann sagði honum að þessi hestur hefði kastað á baki öllum sem reynt höfðu að sitja hann. Babin þakkaði hestasveininum fyrir ráðlegginguna, en sagði honum að Guð myndi gæta sín. Allt færi vel, og það kom líka í ljós. Þegar Babin gekk rólega til hestsins, klappaði honum blíðlega og setti fótinn í ístaðið, stóð hesturinn grafkyrr og leyfði honum að fara á bak. Síðan tölti hesturinn hægt og tígulega af stað með Babin. Mikill mannfjöldi fylgdi Babnum á leiðinni til borgarinnar Tabrís. Óvinir hans, trúarleiðtogarnir, vildu ekki leyfa honum að fara inn í borgina. Þeir óttuðust að til óeirða kæmi. Þeir sendu því skilaboð til Babsins. Í þeim stóð að hann yrði að tjalda fyrir utan borgina. Síðan héldu þeir fund og sendu eftir honum. Þeir ætluðu að yfirheyra hann. Þegar hann kom inn í fundarherbergið, sá hann að aðeins einn stóll var rauður. Mikill mannfjöldi fylgdist með fundinum. Þegar Babin gekk gegnum mannþröngina og settist á stólinn, virtist fólkið allt í einu skynja vald hans. Allir höfðu verið í háværum samræðum, en nú varð djúp þögn. Enginn þorði að segja eitt einasta orð. En að síðustu rauf einn trúarleiðtoginn þögnina. Hver heldur þú fram að þú sért? Spurði hann Babin. Og hvaða boðskap flytur þú? Ég er, svaraði Babin þrisvar sinnum. Ég er hinn fyrirheitni. Ég er sá hvers nafn þér hafið ákallað í 1000 ár. Þér hafið þráð að verða vitni að koma hans og hafið beðið Guð að hraða stund opinberunar hans. Þeir höfðu beðið eftir koma hans, en samt vildu þeir ekki aðhyllast hann þegar hann birtist þeim. Þeir lögðu fyrir hann margar spurningar og hann svaraði þeim öllum.
Samt neituðu þeir að trúa því að hann væri hinn fyrirheitni. Þeir komu mjög illa fram við hann og voru mjög ókurteisir. Þegar yfirheyrslunni var lokið, sendu þeir hann aftur í fangelsið. Fréttirnar af þessum fundi bárust allt landið eins og eldur í sinu. Vini hans langaði nú til að gera allt sem þeir gætu fyrir hann. Mörgum sem höfðu ekki verið fylgjendur hans fannst að trúarleiðtogarnir hefðu komið óheiðarlega fram við hann. Þannig eignaðist hann marga fleiri vini og aðdáendur. Trúarleiðtogunum tókst ekki að draga úr vinsældum Babsins, þvert á móti. Allt sem þeir reyndu að gera á móti honum mistókst.